gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að halda áfram með íþróttir eins og ég nefndi áðan í þetta skiptið hugaríþróttir. Við höfum hér á Samstöðinni á 2 vikna fresti verið með umfjöllun bridge, þar sem að við svona fyrst og fremst einblínum á hið félagslega og skemmtilega sem að fylgir íþróttinni frekar en að við séum að kafa djúpt í flókin spil eða sagnir eða við erum ekki mikið í því að kenna bridge í þessum þáttum. En við reynum að koma sem víðast við og það sannlega búið að vera ansi margt sem hægt að ræða núna síðustu vikur. Nú, gestir þáttarins eru góðir. Þeir eru Aðalsteinn Jörgensen, stiga hæsti bridgespilari landsins, fyrrum heimsmeistari frá Yokohama 1991. Vertu velkominn. Takk fyrir. Og Ragnar Magnússon, menntaskólakennari. Velkominn, Ragnar. Þið eru báðir glænýir Íslandsmeistarar í sveitakeppni í bridge pluss önnur afrek sem að þið hafið unnið dagana. Við ætlum að byrja einmitt á Íslands mótinu eftir skammastund en ég ætla svona aðeins að ræða það betur hvað verður hér á dagskrá í þættinum. Við ætlum auk þess að ræða Íslandsmótið að kíkja austur í land. Ætlum að skreppa á kjördæmamót sem var haldið í Borgarfirði eystra síðustu helgi. Þar urðu nýir kjördæmameistarar Reykjaness sem dálítið frétt vegna þess að Norrland eystra hefur séð að halda gullinu hjá sér síðastliðin 4 ár ef mér skjöplast ekki. Síðan ætlum við einnig að ræða Norðurlandamótið í bridge sem framfer hér á landi í sumar og fara aðeins yfir valið á landsliðunum og kannski eitthvað fleira skemmtilegt. En já, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn, drengir. Ég hræddur að þú, Aðalsteinn, það hafi verið takmarkað nýnæmi fyrir þig að landa þessum titli. Hvað ertu eiginlega búin að verða Íslandsmeistari oft í sveitakeppni? Þetta var titill nummer 15 í Íslandsmótinu, sveitakeppni. Og það einn aðili sem hefur unnið oftar, það hann Jón Baldursson okkar. Þinn gamli makkari eins og. Já, sem nú fallið frá núna. Já. En ég hérna með 15 titla og svo ungur meistari, Sigurbjörn Haraldsson, með 14. Já. Þannig að þetta eru nokkuð margir titlar. Já. Og þetta mót núna í ár, þetta var svona skemmtilegra að vinna það núna heldur en í fyrra. Það var svo spennandi. Í fyrra var það ekki spennandi. Nei. En þetta var spennandi fram á síðasta spilleiku, sko. Og þetta gat svo sem farið allar áttir. Þessir sigrar eru sætastir sem eru svona knappir. Það bara þannig. Þá getur maður, sko, það þannig að maður spilar þessi mót að maður alltaf að gera einhver mistök. Jú. Ef maður vinnur mótin, þá getur maður að lifa við það. Þá það ekki andvíkunendar sem býða maður, sko. En ef þetta tapast með litlu mun, sko, maður getur fundið allstaðar, skilurðu, eitthvað sem maður hefði geta lagað. Það er verra. Þannig að þetta náttúrulega alveg magnað afrek hjá þér, Halli, þetta ótrúlegur árangur. Hvenær var fyrsti Íslandsmeistaratitillinn í sveitakeppni? Fyrsti titillinn var 1985. Já. Þannig þetta spannar 40 ár. Já. Það dálítið langt síðan. Já. En það nú samt sem að þannig í sögunni að menn hafa unnið þetta með lengra millibili. 2 spilarar, Símon Símonarson heitinn. Já. Hann vann þetta fyrst 1958. Já. Og svo vann hann það 2008. Og þá var nú þessi höfðingi með honum í sveitinni. Já, ég var með honum í sveita og það er gaman að því. Hann vann þetta 50 árum fyrr, sko. Á einhverju brjálaðislegri svíningu var það ekki? Já, það var í Alslemmu, þar sem hann þurfti að vantaði Kongós að 3. í litin og hann þurfti að spila Hjarta drottningun út og fella gósanblankan.
þessu fylgdust við með mikilli spennu og urðum Íslandsmeistarar þarna. Það var mjög gaman að því. Það var í beinni útsendingu á Britspace online. Það var þarna mikið í hérna Raman og Hótel Loftlöfum sem var þá. Það voru allir að fylgjast með þessu þar. Já. Það var mjög skemmtilegt. En sem sagt, 50 ár á milli titla hjá honum. Og það annar spilari líka, Karl Sigurhjartarson. Já. Hann vann hennan titil fyrst 1969 og síðasti titil sem hann hefur unnið, hann nú ennþá í fullu fjöri og vann nú í 3. sæti í þessu móti, þannig að hann getur nú alveg bætt þetta, en hann vann síðasta titilin 2019 sem sagt. Já. En hún langar örugglega að slá Símoni, eða skjóta Símoni ref fyrir rass. En sko, vegna þessar umræðu verði ég að segja við ykkur ungu áhorfendur sem að núna eru náttúrulega að horfa á þennan Britsþátt að ef þið hafið ekki valið ykkur íþrótt, því þá ekki að velja ykkur Britsin. vegna þess að hér erum við að heyra sögur af því að menn geti bara hvað fram á 8-ræðisaldur hlaðið inn Íslandsmeistaratitlum. Nýræðisaldur, jafnvel. Já, það er, já. Ertu jafn góður í dag? Er hausinn á þér jafn snarpur? Ertu jafn góður spilar í dag og fyrir 40 árum? Það er ekki gott að segja. Ég held nú að ég hef verið betri hérna áður fyrir. Já. Einhver tímann. Þegar þú varst heimsendari, þessum dæmi? Já, til dæmis þá, sko. Sem var 91, svo ég endur ekki það. Já. Og en auðvitað hefur bæst við reynsla og eitthvað og kannski sem sagt nálgast maður spilið á annan hátt. Já. Kannski áður fyrir þegar maður var harðari keppnismaður þá tók þetta meira á mann, sko. Já. Þú veist, núna bara svona siglir maður þessu rólega áfram, sko. Og svo fer þetta einhvern veginn en auðvitað vill maður vinna náttúrulega sem mest. Það er alveg þannig. Við höfum rætt það í þessum Britsþáttum sem að við höfum gert nú þegar hér á Samstöðinni og reynda líka í þáttaröðinni Brits fyrir alla sem var sýnd á Hringbraut að svona félagslegi þátturinn, það er hann skorar meira núna á meðal Britsara í fremstu röð á Íslandi heldur en áður. Ertu ekki sammála því? Jú, þetta var miklu harðari Brits, miklu harðari keppnisbrits. Já. Núna eru sósíalmótin eða svona það sem eitthvað meira í boði en kannski bara það að vinna hennar titil eða vinna eitthvað mót. Já. Sko áður fyrir voru verðlaunin jafnvel meiri. Já. Það var dæmi mót sem að bíll var í verðlaun. Já. Og þá var eðlilega meiri keppnisharka. Já, þá bara hugsaður það að reyna að vinna hennan bíl, sko. Já, og það voru líka verðlaun í kannski 2., 3., 4. og 5. sæti og allt það. Já. Þannig að þarna fóru verðlaun að skipta miklu máli. Núna hafa þessar verðlaun eitthvað lækkað. Já. Og menn vilja hafa eitthvað bara meira svona kjöt á beinunum varðandi skilur bara umgjörð mótsins, sko. Já. Hugsa félagskapinn og allt það, hitta gamla vini og alltaf hópinn. Já, alveg sammála þessu. Þetta hefur breyst mikið og það er allir svona meiri vinir og félagar í dag. Ekki það, voru það líka áður en að mikil grimmd og ég man þegar vorum komin inn í þetta og komin inn í þetta og svipuðum tíma hjá alli að þá voru þessir harðu gömlu jaxlar, sko, þeir gáfu manni sko engan afslátt. Það var bara tekið á öllu sem þeir áttu og nýliðarnir bara hakkaðir í spað. Já. Og þannig áttu maður að læra, sko, bara á hörkunni, sko. En þetta er eins og ég segi og tek undir það, þetta er eins og núna í þessu móti síðast, ég bara alveg fáheyrt af að kalla á keppnistjóra sem var mjög oft hérna á... Í úrslitunum? Já, bara mjög sjaldan. Ég bara, það hefði ekki verið, bara örfá tilfelli. Ég til dæmis gerði það aldrei og ekki undan úrslitunum heldur og líklega bara mjög lítið síðustu ár bara. Þetta segir sína sögu. Sko, númer hvað var þessi titill hjá þér, Ragnar? Það var númer 3. Já, nú töluvert samt. Og það hefur komið aldrei árabil. Fyrst var það 1988, einmitt með
alla og þá með Jóni Bald og þá spiluðum við saman. Já, við vorum makkarar sko. Spilafélagar. Já, og það voru, Jón Bald og Siggi Sverri, svona tveir af bestu spilurum Ísland sem eru báðir fallinni frá. Síðan Valur Sigurðsson líka, og 5 saman í sveit og við vorum mjög öflugir þetta ár og unnum þarna margt og við allir urðum svo Íslandsmeistarar í tímenningi líka árið eftir, ekki rétt, 89, rétt, og fórum þá í landslið saman. Þannig að ég hef svona lagt grunn að þessum titli hans sko, sem að var svo 2 árum síðan. Já, einmitt. Þannig að við fórum þá til Finnland saman í landsliði. Þú kendir honum allt sem hann kann? Já, ég held það. En síðan, sem sagt... En ekki allt sem hann kann. En síðan var það ekkert fyrir en aftur, þá liðu 20 ár, 2008 þannig með Símoni og síðan aftur 17 ár, þannig að þetta er orðin allangur tími sem hefur liðið. Hvað er þetta, 37 ár frá fyrsta aðfangu til núna. Magnað. Ef maður þylur upp nokkra staðreyndir á þessu stigi málsins, kæru hlustendur og áhorfendur, þá var það sem sagt sveit Infocapital sem varð Íslandsmeistari í bridge eftir æsispennandi keppni eins og Aðsteinn Jörgensen hefur hér komið inn á. Það sem barist var fram á síðasta spil. Grant Thornton var sú sveit sem veitti þeim mikla keppni og fekk silfrið en sveit Karl Sigurhjartarsonar hlaut bronsið og hinnir 9 Íslandsmeistarar eru Matthías Þorvaldsson, Bjarni H. Einarsson, Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón Jónsson sem við þekkjum úr þingmennskunni fyrrum, Sverrir G. Ármannsson og Ragnar Magnússon en þetta er einu skilið þeir í Grant Thornton að ég lesi upp nöfn þeirra einnig. Þetta var svo spennandi. Það er Sigurbjörn Haraldsson og Magnús E. Magnússon. Þeir eru kannski, má kalla það akrispar í landsliðinu. Gunnar B. Helgason, Guðmundur Halldór Halldórsson, Húsvíkingur, Sveinn Rúnar Eiríksson og Michael Gambull. Þeir skipuðu silfur sveitina og ég gerði nú tilraun til þess að vekja áhuga landsfjölmiðla á þessu móti og sendi eitthvað að fréttatilkynningum og hafði þar eftir honum Matthías Eimsland, framkvæmdastjóra Bridgesambands Íslands. Íslandsmótið var óvenju spennandi í þetta skiptið og í raun var hörku spenna hvaða sveit næði gullinu allt fram á síðasta spil, sagði Matthías Eimsland, framkvæmdastjóri, sem er einmitt í hópi þeirra sem hefur lyft grettistaki síðari ár hér í því að bústa upp bridge-hreyfinguna. En áður við höldum lengra þá hún sveik okkur aðeins tæknin. Ég ætlaði að bregða upp einni mynd, stöðumynd, en tæknilegum ástæðum var það ekki hægt. En Raggi, þú fékkst sem sagt eftirminnilega hendi í þessu móti. Öll spiliðin voru í láglitunum, tígli og laufum. Þú manst þetta ekki? Jú, ég man þetta venjulega maður aðalega vondu spilin og velti sér upp úr þeim og andvökunætur og svona. Það var mjög skemmtilegt þarna að fá spili, ekki bara að fá svona 7-6 hendi svokallaða sem maður gerist nú mjög sjaldan. Heldur það að væri bara slemma og allslemma í spilum. Segðu okkur hvaða spil þú varst með. Já, ég átti sem sagt eyðu í spaða og eyðu í hjarta. Og drottning Gósa 10 sjöttu í tígli og Gósa 10 9 sjöundu í laufi. Já, þetta eru 4 punktar. Já, þarna var ég að spila við Bjarna Einarsson meistarans okkar. Við spilum nú ekki oft saman, grípum stundum í spil saman og vorum með bara svona einfalt kerfi og það var engin sögn svona fyrir lágliti í þessu. Þannig ég velti svona fyrir mig möguleikum fyrst en ákvað síðan bara að bíða og sjá til og sagði pass. Ég var sem sagt í fyrstu hendi þarna. Það hefur verið lykillinn kannski að því sem að Já, jafnvel, frekar en að reyna að hindra eitthvað og koma svo með hinn láglitin síðar. Ég held þetta að vera eins betur. Og þar kom sem sagt að næsti maður opnar á einu hjarta og Bjarni komið þægilega á óvart og kemur inn á 2 hjörtum sem þýðir hann eigi 5 lit í spaða og 5 lit í lálit. Michael Skjúbeit. Já.
og það kemur bara stangastökk í 6 hjörtu á næsta manni þá átti ég frekar auðvelda sögn að segja 7 lauf leitandi leitandi laufið ef hann á lauf Fyndið að koma með leitandi sögn á 7. Já, það mjög sjaldgæft að það gerist og það kom dopp þar sem að sá átti innspil í laufi og var því ekki passið hefði verið krafa áfram og þannig að hann vildi stoppa þarna sem var rétt í sjálfu sér með að það stóðu 6 hjörtu hjá þeim en ekki 7 og allir pass og það kemur útspilaðan tromm sem oft gerist í allslemu Segðu frá blindu. Kemur nú bara drottning 9-7 í spaða og það kemur 10 önnur í hjarta. Engu sóa þarna? Nei, engin tígull og 3 eftir 50 í laufi. Þannig að við höfum 12 spila fitt í laufinu og þetta var í sjálfu sem mjög einfalt spil, þetta að sameina möguleika, taka í borði og byrja á að trompa niður spaðan. Ef að spaðin kemur 4-3 þá spilið búið. Og hins vegar var líka nóg tígull og væri 4-3 og eða kemur einhver trompsýning upp eða eitthvað slíkt og það lágu báðu litir þannig að ég átti nóg af aukaslugum þannig að 7 lög doblu voru 1630 sem nú tala sem maður sér yfirleitt aldrei Nei, þetta svakalega tala og skemmtilegt því að sveitafélagarnir voru ósátti með sinn hlut að hafa ég fór til að segja frá því Jú, gerða en þeir dobluðu 6 lög sem að unnust með yfirslag 1190 en við grættum 10 upp á spilinu og fórnin í 7 hjörtu hún hefði bara verið hvað 1 án standa 6 hjörtu á þeim Já, gott ef að við höfum ekki orðið sko þegar við komum hérna við sagðum við það sko, strákar, við erum með eitt verulega slæmt spil sko. Já, og grættum 10 og það voru þessi 6 lauf sko, doblu. Nei, það var spilið sem við grættum vel á sko. Þetta er rosalegt. Hefðið þú líka passað með hans hendi í upphafi? Já. Ég meina ef ég hef ekki haft einhverja sögn fyrir það. Og þetta er dálítið áhugaverð sko, hvort maður á að hindra eða ekki hindra. Já. Sko, þú getur alveg, ég meina, ef þú ert að hindra andstæðingarna mikið, þá ert það náttúrulega að reyna að láta það fara í einhverju vitleysu, sko. Þú getur líka, sko, beitt þeirri aðferð að láta það bara melda sig vísindarlega, skilurðu, upp í einhvern tjandan, og síðan bara tekur þú á skarið og kannski á fórnar. Já. Þú veist, það er verra að, sko, þú sett að hindra kannski upp á 50 eða 60 og þeir fara í 6 hvað ætlar að gera núna? Ætlar að bara láta að spila það sko? Ertu ánægður með verknaðinn sko? Ég menna, en kannski bara standa þér þetta, þú veist það ekki. Nei. Þannig að stundum er bara betra að þeir fái bara frið og meldi róleginn sig upp í 6 en þá fórnar maður í 7 eða þá að þeir eru stopp í kannski 4 og eftir einhverju vísindalega segnir og maður fórnar á það sko. En þá reiknar maður með að þeir eigi ekki 6 fyrst að þeir komist ekki þangað með eigin sko vélarafli. Hvað þurftirðu marga punkta í þessu allslemu reikningi? Þetta voru 15 sem áttum. Þar á 3 ónýtir eða eitthvað sluðis? Já, það var minnstakosti að laugkóngurinn hefði mátt fara það sem vantaði bara 1 laug í spilið. Og fleiri ónýtir, og jafnvel sko annarkot drottningin þarna en þá hefði allslemur ekki verið eins góð. Þá þarf annarkot liturinn að brotna. Tígulgóð sem mátti fara líka og laugkósinn í rauninni þannig Þetta var eitt af 11 punktar hefur verið meira nóg. Þetta er eitt þeirra spila sem vega þungt í því að þið urðuð Íslandsmeistarar. Já, svona eftir á hyggja sko, ég sé það ekki þá en þetta voru 10 impar inn og það munaði ekki nema 5 impum þegar upp að staði, var ekki 5? Jú. Ég held ég eigi myndlaug, hefur ekki mynd af, hérna koma þér, vantar einn á þessa mynd, segið mér hvern vantar og hvers vegna. Það er Sverrir. Já, það var Sverrir Gaukur Ármannsson, spilaði nú mest saman í þessu móti, ég spilaði nú líka við Bjarna og Aðalstein aðeins, en það leiti spilaði hinnir mest í pörunum. Já, hann hefur ekki verið á staðnum þegar myndið var tekin. Og ég var í því að horfa á
leikinn, það náttúrulega bara hræðileg tilfinning að horfa á þennan úrslitaleik eins og allir þekkja sem hafa verið kannski á bekknum í íþróttum, það þurfti að horfa á hann í sjónvarpi middir eða eitthvað. Það taugarnar voru gjörsamlega þandar, sko. Það var alveg, svo hendist í loftkostum upp í Mosfellsbæ þarna þegar voru 2-3 spil eftir til að sjá hvernig þetta færi nú. Ég fékk tölvupóst eftir fyrsta þáttinn okkar hérna, það sem að menn voru að Íslendingar sem ekki þekkja þessi forrit sem að eru notuð til þess að fylgjast með beinum útsendingum, voru að spyrjast fyrir hvað við hefðum að tala og þetta forrit sem að oft notað hér til þess að sýna sem sagt beinar viðureignir innan land sem utan heitir Britspace Online, ekki bara bbo.com og hérna bara hlaða upp forritinu og þá getið fylgst með mörgum af spennandi viðuregnum. En hérna, já, þetta var eiginlega jafn spennandi og það gat orðið og mjög fínt fyrir íþróttina, mjög fínt sko fyrir spilið að þetta skildi verða svona spennandi. Við viljum náttúrulega hafa mótin sem mest spennandi. Ég tók eftir einu spili þarna, Laufey, geturðu sýnt okkur, já, þetta spil hér, ég held að þetta hafi verið fyrstu umferð, að hérna, það var rétt helmingur sem að náði laufslemmunni þarna í austur-vestur, hún nú ansi góð, byggist upp á stuttlitum þarna í spaða og hjarta og hérna var að fylgjast með sögnum og eitthvað þetta að segja það kemur fyrir að við reynum að ég sé nú ekki kenna byrjendum sem eru að horfa á okkur sakvenjur en sem sagt splinter ef hægt að koma við splinter að hérna segja frá stuttlit þá það svona öflugt tæki í þessu spili, ekki satt? Jú, það er náttúrulega lykillinn kannski. Já. Sýna innspilaða eyðu og ef að hin hendin á lítið af punktum í þeim lit, þá ljóst að punktarnir að sínvirka. Opna þarna, telja ekki bara punkta, heldur svona, þetta eru 10 punktar en þetta eru góð spil, það voru ekki allir sem opnuðu og Nei, tókum við því. Var Vestur? Þá opnaði ég á Vestur eru gjafar held ég. Vestur. Já. Ég held ég munið þetta rétt, ég opnaði á 2 laufum og Sverri sagði 2 tíkla sem spyr og 3 hjörtu inn á. Pass og 4 hjörtu mitt, splinterinn og við rúluðum þetta í 6 lauf. Já. Ég held ég sé ekki að ljúga neinu núna. Ég man þetta svona mitt okkur. Sko, þú aðeins að ljúga, þú varst að spila mig. Var ég að spila, já, fyrirgefðu. Það var lígin í þessu. Ég var að spila alla. Ég skipti en hann man það sem mestumáli skipti. Já, hann reyndar spilaði við svo marga greið. Ég spilaði bara við hann og minn aðalmakker. En hann fyrir rétt með sagnir eða eitthvað? Já, þú fari ekki rétt með makkerinn. Hann mitt matið að hend mjög vel, sko. Hann opnar hérna á 10 punkta í háspilum talið en síðan haldur hann engin bönd. Ég sagði 4 hjörtu og þá rauk hann bara í ásarpinningu. Ég bara held áfram eftir þetta og sá þetta kom mjög vel saman með Ásinn 4 á móti einspil og hann mætti alveg með 4 lit í lauf á móti, sko. Þannig að það var alveg mjög flott. Það er rétt, já, það er rétt. Mjög flott. Sko, þá ætla ég að skreppa hérna austur í land. Ertu til í að sýna okkur? Já, þetta er nú fallegur hópur. Sko, Alli, þú varst á Borgarfirði eystra og þar eiginlega eitt magnaðasta mót. Þar voru við að taka þátt í einu magnaðasta móti ársins sem svokallega kjördæmamót sem miðast við gömlu kjördæmaskiptinguna. Og hérna og þarna má þekkja þig fyrir miðju með konuðinni Svölu. Þið urðu líka böttlermeistarar, ekki satt? Allavega af þeim pörum sem voru að spila marga leiki. Jú, böttlermeistarar, það er rétt. Já. Ég veit ekki allir átt að segja hvað það merkir. Nei, ertu til að útskýra það fyrir þeim sem ekki skilja? Já, allavega það voru við með bestan árangur allra para útreiknaðan, sem sagt. Persónulegt skor ykkur. Okkar par var sagt
efst í útreiknum stigum. Sannarlega glæsilegt og sem sagt sveit Reykjanes, þessi sveit, hún vann þetta með nokkrum mun í lokin en það var eins með þetta móti eins og Íslandsmótið að þetta var spennandi. Ég sé nú samt sko þannig að bræður tveir sem hafa nú yfirleitt verið fyrir Norðurland Eystra, Stefán og Sveinn, þeir hafa nú mínir menn hjá Norðurland Eystra, þeir hafa nú bölva þeim að sitja þarna í þessu liði fyrir og brosa í lokin, ekki satt? Já, þeir koma neyfi til okkar af einhverjum ástæðum og reyndust tappa fengur fyrir okkur svona þegar yfir lauk. Við byrjuðum ekkert alltaf vel en svo sóttu við í sig veðrið og voru bara mjög góðir. Einmitt. Það var frábært. Akkurat, sko, hvað kjördæmamót? Þetta það sem sagt spilað á 4 borðum? Já, það 4 borð og þetta nú mismunandi fjöldi kjördæma, það ekki alltaf allir með. Nei. Færeyingu að bæta þarna inn á einhverjum tímapunkti til þess að hafa þetta á sléttri tölu. Já. Og þeir voru ekki í ár eða eitthvað? Nei, ég held að þetta ferðalag kannski hafi þeim þótt full mikið að fara þarna. Kostnaður? Já, einmitt. Sko, varðandi þessi kjördæmamót, þá var það þannig að þau eru aldrei haldin í Reykjavík. Nei. Það er skilyrði. Þetta á að vera eitthvað sem að sko á að dreifa landsbyggðina og til þess að hópurinn svona meira haldi saman, skilurðu. Því að þetta spilað á 2 dögum. Það er alltaf mikið spilamennska svo sem. Og þetta svona, menn, ég svona þetta sé nú með sko fámennari stöðum sem þetta fyrir haldið á. Ég myndi mér það. En það var samt svakalega gaman að koma þarna og það var góður andi í hópnum sko og þetta var ekki bara við spilaborðið, það var ýmislegt í gangi hérna sem var gaman að Var ekki hagyrðingakvöld? Jú, það var ótrúlegt. Það var ég hef nú alltaf gaman að hagyrðingum sko og í þessu tilfelli þá áttu þeir bara að semja þetta voru allt spurningar sem þeir fengu frá aðalmanninum okkar og Eyþóri Stefán sem sá þetta hérna. Já, sem prímusmótor í skipulagningu. Já, hann var prímusmótor, algjör. Og hann var búinn að semja hérna einhverjar spurningar sko og allt snýrist brit sko. Og þegar að hagyrðinir fóru hérna að svara þessu á sinn skondna hátt sko. Þá skyndilega bara einhvern veginn datt allt í dúnalogn í salnum. Það hefði verið vandræði með að fá hljóð sko, þeir sem voru að halda einhverja ræður þarna uppi sko, hefði ekki alveg fengið hljóð en þetta sló svo í gegn sko, að bara allt í einu datt allt í dúnalogn í salnum sko, menn bara og svona eftir á að hyggja og ég nú hefur verið duglegur að taka upp sko svona myndir og myndskeið en því miður þá var ég ekki með myndavélina með mér hérna, ég hefði viljað eiga þetta á bandi sko, alveg, þetta var ótrúlega gaman. Talandum einmitt sko fámenna staði, ég hef nú ekki oft farið í þetta, fór svona fyrir dálítið mörgum árum, en þó farið held ég 3 svar, ef maður rétt, og eitt skipti mitt var þetta á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Þar náttúrulega myndaðist mikil stemming, því að þaðan fer maður ekki neitt sko. Það er þá einhver íbúar þarna á Borgarfirði Eystri, en hérna Eystra, en þarna var bara allir fastir á þessum stað, þessum skóla, mikil stemming og einhvern tíma var reyndur á Akureyri, það var alveg ágætt en það er svona aðeins stærra og eitt skipti í Hafnarfirði og þá einlega fer kannski hver til síns heimadaldið og þó að það veri ágættis mót en hérna, þetta er skemmtilegt að hafa þetta líka. Ég held ég verða að nefna sko þátt Stefáns Vilhjálmssonar fyrirliða hérna hjá Norðurland Eystra sem að vann það mikla afrek. Fer ekki rétt með það að Norðurland Eystra var búið að vinna 4 ár á undan í röð? Ég held það. Ekki. Og ekkert endilega alltaf með besta liðið á pappírunum, heldur bara svona að þetta er líka svona mót sem að það er sem að góðu mórall og snýst liðseild og svo leiðis.
Já, það þarf náttúrulega að stýra þessu, að velja þá sem eiga að spila. Það er stundum eru menn með auka pör, við þarna í Reykjanesi voru til þess með 10 pör, og það voru bara 8 pör sem spiluðu í hverju umferð. Já. Og þannig að, það þarf að... 2 pör til skiptana. Já, einmitt. Og við reyndum bara með þetta við að þeir spiluðu þá sem að voru kannski að gera gott. Já. Halda þeim inn á. Maður sé alls konar uppstillingar, manni ekki rétt að stundum hafa lið róterað bara A, B, C, D, alveg bursið frá andstæðingunum, bara einu sinni ertu fyrsta og í næsta leik á öðru, síðan þriðja og fjórða. Jú, en ég er ekki alveg viss að sé endilega sniðugt. Nei. Því ef allir gera það, sko, hver er þetta að ná fram? Sko? Já, það er mitt. Ég veit ekki, allavega held ég að flest kjördæmin í þessu móti hafi ekki gert það. Áður var líka hvað Reykjavík varðar, þá var alltaf svona stefna að dreifa því, þannig að það var ekki endilega allir stigahæstu spilararnir valdir og það er náttúrulega ennþá þannig. Þá var það voru alltaf mörg félög og þá þetta að vera fulltrúi frá hverju félagi. Það var kannski Britsvilla Kvenna, Britsvilla Breiðholts og svo Britsvilla Reykjavíkur og svo framvegis, sko, miðvikudagsklúbburinn og þannig að það er svona stefna þar líka, ekki, og líka bara þeir sem gefa sig fram í þetta, það er ekki allir sem vilja fara í þetta eða hafa tíma á þessum árstíma eða hvernig sem það er, sko. En þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt mót og einmitt, sko, dregur saman það sem vorum að ræða áðan, að svona þessa félagsáherslu og gamanið og skemmtilegheitin sem að fylgja því að spila bridge kannski ekki með hörkuna eina að leiðarljósi. En ætli það verði ekki aðeins meiri svona harka í Norðurlandamótinu sem að verður á Laugarvatni. Nú er Ísland búið að tilkynna sín landslið, í kvennaflokki þá Harpa Fold Ingólfsdóttir, María Haraldsdóttir Bender, Arngunnur R. Jónsdóttir, Alda S. Guðnadóttir og Anna Guðrún Ívarsdóttir og Guðrún Óskarsdóttir. Ertu til í Laufey að bregða upp þessari mynd? Þarna erum við með mögulega sterkasta spilara landsins, Ljósbrá Baldursdóttur. Hún væntanlega gefur ekki kost á sér. Voruð þið að vonast til þess að Ljósbrá gefi kost á sér? Það hefur náttúrulega verið gaman en hún hefur náttúrulega ekki verið að spila við kannski neina hún hefur ekki verið með neitt fastan makkar. Nei. Þannig að ekki kvenmakkar. Nei, ekki kvenmakkar, sko. En Mattías maðurinn hennar, þau hafa spilað. Já, þau hafa verið duglega að spila. Saman, sko, já. Þannig að jú, það sjálfsögðu er alltaf gaman að hafa sér sterkasta lið og sannarlega ætti hún heima í því. Heldur betur. En hvernig líst ykkur á þetta lið? Hvers má vænta? Ég held að líst bara nokkuð vel á þetta lið. Það eru sterk lið, það hafa verið mjög sterk lið í Norðurlandamóti kvenna þannig að það verður hörku keppni, sjálfsagt. Ég er nú ekki alveg stúdera, mér sýnist nú Sibba í opnafloknum að danska liðið sé sterkt. Í opnafloknum? Já, og líka í kvennafloknum, held ég. Allavega kannast ef einhver nöfn þarna. Danir hafa verið mjög sterkir í kvennabrids. Já, kvennabrids og líka blönduðum og Þannig að, það er bara vonað að besta. Einmitt, ég verð nú að viðurkenna að ég þekki svo sem ekki mikið til þessara spilara sem eru í hinum Norðurlöndunum, sé nú kannski ekki ástæða til þess að þylja þau upp fyrir utan það að danska liðið sem er nefnið er Helle Hofstedt Rasmussen, er hún ekki alltaf á Madeira? Jú, hún kemur þangað. Einmitt, og Lore Bilde og Dorte Silleborg Bilde. Það er oft verið í landsliðinu. Einmitt, akkurat, og Anita Bús Thomsen. Þetta er ekki vandaður danskur framburður hjá mig, byggðist afsökunum á því. En sko, þá er að kalla liðið og
þú ert 1/7 af því alveg, það er hérna Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson sem ég nefndi áðan, sem mögulegt akkerisbar, ég veit ekki hvort það er rétt greining, en þeir eru náttúrulega byrjaðar að spila saman aftur núna eftir langt hlé og eru náttúrulega gríðarlega öflugir, báðir Norrlendingar. Þú Aðalsteinn spilar við enn einn Norrlendinginn, Birki Jón Jónsson frá Siglufirði, fyrir þingmann, og svo er það Matthías Þorvaldsson sem við nefndum áðan, Einmar Ljósbrár, og Bjarni H. Einarsson, meistarinn. Og ég tók eftir því að í könnun á Bridge-spjallinu var strax búið að hakka við það að 70% svarenda sem eru spurðir hverju verði Norrlandameistari í opnum flokki, þeir segja Ísland. Þú fer ekki með neina press á herðunum í þessa viðureignali. Já, það er alltaf alveg ótrúlega mikla væntingar til okkar og Já, það getur vel verið að, sko, þetta lið okkar núna það er aldrei sterkt og Bessi og Sigurbjörn og Magnús eru virkilega að koma sterkir aftur upp. Já. Eins og þú sagðir, tóku sér langt frí en þeir eru svakalega duglegir að æfa og ræða og þannig að það er ekki annað hægt en að hafa trú á þeim, sko. Nei, og þú og Bessi, þið það sameiginlegt að Jón Baldursson var heitinn, var ykkar makker beggja. Já. Og ég spilaði við Jón reyndar ekki lengi, við spilaðum bara hérna 1990 og til 1992. Já, gerði það sem bara gera þurfti, tókst einn heimsmeistaratitil með honum og hélt svo áfram lífinu. Það var sko ótrúlega gaman að spila við Jón, ótrúlega gaman. Já. Hann svona keppnisskapið í honum, sko, og hvernig hann náði alltaf að mótivera sjálfan sig, skilurðu, og bara gaf allt í þetta einhvern veginn. Já. Þú varst mjög oft með honum í sveit, eins og það. Já, við vorum sveitafélagar við erum búin að vera sveitafélagar alveg meira og minna, sko. Og ég nefni Jón til sögunar ekki síst vegna þess að hann var jú spilandi landsliðsfyrirliði, ekki alls fyrir löngu. Já. Lést úr sjúkdómi í fyrra sumar, ekki satt? Það var það fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum, já, einmitt. Og kannski átti Jón einhvern þátt í því að Maggi og Bessi tók aftur upp þráðinn, eða hvað? Já, Jón hafði vist talað við Magga. Já. Og sagt, beðið hann um það, ef Jón sjálfur gæti ekki spila við Bessa sem sagt, út af sínu veikindum eða eitthvað, þá myndi Maggi stíga þarna inn og fara á móti Bessa. Já. Og þeir ákváðu að bara þegar Jón fellur frá, þá ákváðu þeir að virða þetta samkomulag og spila saman svona til heiðurs Jóni. Einmitt. Og fallegt. Já, sannarlega. Já. Og þá er ógetið hérna Einars Guðjónsson sem er líka búin að vera mikil sprauta og drifkraftur og fjöður, ekki satt, Aðalsteinn í landsliðsmálum seinni ára. Jú, sko, Einar var náttúrulega góðvinur, þeir voru náttúrulega perluvinir, hann og Jón Baldursson. Já. Og þegar Einar er náttúrulega búin að búa í Bandaríkjunum reyndar núna í nokkuð mörg ár. Einmitt. 20 ára. En þegar hann kemur til Íslands alltaf, þá var hann hjá Jóni og þeir voru mikið að ræða Bridge og planleggja. Já. Og það kemur þessi hugmynd upp að ég meina, Jón hefur ýmsar hugmyndir og það kemur í ljós að Einar væri jafnvel tilbúin að leggja einhverja peninga fram til þess að draumur Jóns kannski gæti orðið að veruleika og það verið hægt að gera þetta eftir hans höfði. Og þetta verður síðan ofan á að Einar ákveður að styrkja sem sagt, landsliðshópinn eða landsliðsstarfið skulum við segja. Já. Og sem sagt, Jón átti sem sagt að stýra því, sko. Já. Og það er búið að vera alveg ómetanlegt að fá þennan styrk. Já.
Það er virkilega sko, þetta er svo mikið kostnaður að fara á erlend mót ef maður pælir í því. Og margir spilarar þurfa náttúrulega að fá frí úr vinnu og eitthvað svona og þannig það er ekki alltaf til að þeir kannski borgi allt sjálfur. Þannig þetta er bara rosalega mikilvægt, þannig að Einar á allan heiður skilin fyrir þetta. Mikla þakkir. Jón sagði við mig þegar hann var landsliðsfyrirliði, ég tók við hann viðtal sem blaðamaður á Fréttablaðinu, að það þyrfti ekkert að kenna þessum strákum að spila úr, en hann vildi meina að það þyrfti að leggja meiri áherslu á sagnir og það hefur verið gert, ekki satt? Jú, það er Bessi hefur haldið utan um það að við höfum bara verið að æfa á netinu. Hann finnur erfið spil, eða bróðir hans held ég finnur erfið spil, Anton Haralds, hann er voða duglegur grúskari að finna þessi spil. Og þetta er svona spil sem að sko kannski, þegar þeir voru spila á sínum tíma út í heimi þá öllu miklu vandræðum og allir voru að flaska á þeim og þannig að, þetta er svona beinskeytt æfing sem á að hjálpa mönnum við að slípa kerfið og takast á við sko erfiðu hlutina. Já, einmitt. Hvaða væntingar hefur þú, Raggi? Heldur það rætist að Alli og félagar landi Norðurlanda meistaratitlinum? Það verður að viðurkennast að það væri voða gott fyrir svona keppnislið bridds lífsins á Íslandi ef liðinu myndi ganga vel. Ertu ekki sammála því? Jú, ég er bara nokkuð bjartsýnn. Þetta er öflugt lið, þess að búið að koma hérna fram og sterkt og margir spáðin sigri, en þetta verður ekkert auðvelt og Danirnir til dæmis eru hérna með Dennis Bilde sem er mörgum talin bara allra besti spilari í heiminum og það verður alveg ramman reip að draga og þetta er og við erum svo sem oft alveg nokkurinn sinnum orðið Norðurlandameistrar, ég er nú ekki alveg með tölun á því en eins og venjulega maður mann eftir því sem að úrskeiðis fer. Við vorum saman í liði, ég og Alli 2011 það sem við vorum efstir fyrir síðustu umferð og efstir fram á síðasta spil og þá var maður einmitt að fylgjast með síðasta spili en svo kom það ekkert alveg að bint fram hvernig það fór þannig að það var ekki ljóst fyrir en eftir á að það var spil sem hafði unnist hjá Finnum sem hafðu engra hagsmuna að gæta í þessu, voru bara einhverju fjórða sæti og þeir unnið einhver mjög þunn þrúgrönd og þá endaði þetta þannig að Norðmenn unnu, einu stígu eftir þeim voru Svíar og einu stígu eftir þeim voru við. Þannig að við enduðum í þriðja sæti en ef þetta spil hefði farið niður þá varum við Norðurlandameistarar þá. Þannig að þetta svona situr eftir en svona öðruleyti, þetta verður bara spennandi og skemmtilegt mót, held ég, en auðvitað bara áfram Ísland og trúum því að þeir vinnið þetta bara. Þetta var hann árið 2011 sem þetta var. Svo unnum við þetta 2013 og 2015 og svo aftur 2019 og það var nú eitthvað hlé á Norðurlandamótum hann út af COVID. Þannig að við höfum unnið svona á síðust árum hafa við unnið nokkur af þessum mótum. Þetta er haldið á 2 ára fresti. Alltaf. Þú myndist á bildið að það eru 2 sem að bera þarna. Já, nei, hann er non-playing captain Morten Bilde, hjá Dönum. Já, það er pappinn. Já. Og svo náttúrulega hann Martin Reumert Schaltz. Já, hann er svonur Schaltz hjónanna svokölluðu sem hafa nú heldur betur gert garðið frægan og þeir eru Dennis Bilde og Martin Schaltz, þeir eru bara mjög góðir. Sko. Þetta er svaka par, svaka lið. Þessi Kristján Larmann, hann er ungur, hann er, ég held að sé heimsmeistari núna ungmanna. Já. Mjög góður. Þannig að Danir og Svíjar það ekki, þeir hafa verið að ná upp ungum frábærum spilurum seinni ár. Já. Eitthvað sem að við getum þólað hér. Það var Þeir eru ekki með Norman þarna líka núna, mjög ungan, mjög góðan. Það er maður rétt. Er hann í þessu liði? Já. Hvað heitir hann aftur nú?
Þeir voru að minnast á hann á spjallinu með þeir sem þekkja til í Lið Normanna Evenstad 2, Stian og Nikolaj Heiberg, svo Nils Kvangraven og Úlf Turdal. Það að segja einhverja þessum? Úlf Tundal. Tundal, já. Tundal. Nei, nú var ég ekki alveg viss. Svo náttúrulega vinur okkar Færeyingar, Bogi og Árni Dam og þeir allir Heiðun. Hefðbundi lið, þeir hafa oft gert mönnum skráðu í þessu. Þá hann ekki alltaf Ég hef verið að æfa á netinu gegn þeim núna. Já. Og það hafi gengið ágætlega svona. Já. Unnið á. Já. Tvisvar. Einmitt. Ég sé mig knúin til að geta þess að ég hef farið oftar en einu sinni á Bridge-hátíð þeirra Færeyinga í Þórshöfn og þá hefur maður náttúrulega kynnst þessum köppum og ótrúlega gaman að fara til Færeyja að spila Bridge og Norðurlands, kjördæmamótið sem var þar fyrir 2 árum, það náttúrulega fór mjög vel fram einnig. Já. Alveg. Það er alltaf eitthvað sérstakt við Færeyjar hvort sem maður er að koma þangað til að spila Bridge eða hvað maður er að gera, það er svo góð ára yfir þeim. Já, en þetta verður spennandi. Ég sagði á þann að því við höfum svona mikið rætt félagslega, það væri mjög gott ef það gæti farið saman núna, ef við gætum stigið inn í tímabil þar sem að bæði yrði svona félagslega skemmtilegt eins og við höfum verið að ræða í Bridge-spilinu og það yrði líka kannski aðeins betri árangur en við höfum verið að horfa á seinni ár við værum sáttir við það, ekki satt Ragnar, eigum inni? Já, ég held þetta sé svolítið að koma aftur við vorum og stóðum okkur vel þarna eins og komið hefur fram á sínum tíma en það hefur farið svolítið niður á við og eina ástæð er náttúrulega svo eins og nefnt hérna það er kannski svona fjarlægð okkar frá öðrum löndum og það er kannski einmitt svona fjármagn sem að hérna áður voru stundum fyrirtæki að styrkja til að fara að spila hérna áður fór ég töluvert bæði til Hollands og Danmerkur og fleiri landa að spila Í boði fyrirtækja? Já, svona hluta til. Sveitirnar voru styrktar og það var oft svona fylgdi með einhvern fjármagn. Og þá bara gekk reynilega betur, en þetta hefur minnkað mikið. Og núna hins vegar, eins og ég segi, þar Einar komið með þetta og svona meira hægt að gera í því. En þetta er náttúrulega það sem sko bæði Norðurlanda þjóðirnar og aðrar Evrópuþjóðir eiga svo auðvelt með að ferðast á milli og fara á þessi mót. Þetta er ekkert mál og kostar kannski lítið. Þannig að við höfum átt svolítið á brattan að sækja en ég held að þetta sé alltaf að koma og með meiri styrkjum og meira fjármagni þá ætti það að ganga enn betur. Því miður er náttúrulega aðalega byggja á þessum eldri. Það er því miður sálítil endurnýjun þó að Matthías Imsland hefur alveg gert mjög góða hluti og það er mikill svona áhuga á Bridge víða og mikill nýliða þáttaka og þess áttar en hún er ekki skilað sér mikið inn í félaginu eða með sterkra spila. Það getur svona komið. Þannig að en svo yngra fólkið er náttúrulega meira upptekið í einhverju tækni og símum. Mér dettur stundum í hugi þessum efnum að dæmis Íslands mót, að það sé bara að það sé of stór orð fyrir þá sem eru nýbyrjaðir að keppa í Bridge að það ágætt að fara yfir það að þú þarft ekkert að vera góður Bridge-spilari til þess að taka þátt í Íslandsmóti. Oft er keppnisfyrirkomulagið svokallega monrad þannig að ef það gengur ekkert mjög vel þá ertu að glíma við önnur pör sem eru kannski ekkert komin mjög langt heldur og það er kannski svona maður hefði viljað sjá einmitt eins og þú ert að nefna ekki aðeins fleiri pör því það er mikil nýliðun og mikil lág hjá námskeiðum gríðarlega fjölda konum sem að nú orðið spila Bridge en skilar sér kannski ekki alveg inn í keppnisennuna og svona Ertu með eitthvað svar við því, alveg hvernig við getum fjölgað? Ég veit, það er ekki gott að segja, Það er oft
þannig að þeir sem að koma hérna á breiðskólanum fóru kannski sem sagt, með einum aðila, kannski vinkonu sinni eða vini eða eitthvað, hvernig sem það var og þetta par kemur síðan úr breiðskólanum og kannski tekur þátt í svona þessum tvímenningum, fókuserar á tvímenningana, að spila sem par, en ekkert að leita eftir að tengjast einhver í sveit, að finna eitthvað annan par sem gæti þá að spila með þeim sveitakeppnir. Akkurat. Því að þeir sem að spila mikið vita það jú að sveitakeppni mun skemmtilegra form heldur en tvímenningur. Þannig að þessi spilarar, þeir kannski kynnast aldrei skemmtilegra formi af bridge. Já. En það þetta, kannski einhver feimni við það að teygja sig eftir einhverjum öðrum, vilja bara spila við sinn félaga. Ég veit ekki, þetta gæti verið einn skýring. En allan maður sér ekki mikið að sveitir séu stofnaðar af nýjum spilarum. Og margt af þessu fólki fer bara í heimahús, að spila í heimahúsum. Og það svona dálítið það. En eins og segja það sem þú bendir á, kannski þarf að auglýsa það betur að koma í svona alvöru mót, fara í sveitakeppnis og í félögin sem að spila sveitakeppni. Þannig fara mörg í miðvikudagsklúbbinn sem mjög fínn fyrir sinn hatt. Það enga skuldbindingar, það bara alltaf einskóls tvímenningur og auðvelt að koma inn og getur komið einu sinni og ekki næstu 2 og svo aftur. En þá kannski vantar þetta mitt að vera, sem Balli segir, að komast í sveit og vera svona að keppað einhverju. Þó sért ekki góðu fyrst alveg eins og þegar við vorum að byrja þá. Náttúrulega bara gekk ekkert vel fyrst en svo kom þetta. Strákar, það búið að vera mjög gaman að hafa ykkur í heimsókn og kæra þakki fyrir komuna. Ég held við séum svona nánast búin að ganga göttuna á enda og þótt ekki væri annað en bara flensan sem ég með þá held ég sékt að framlengja þetta dauðastríð mikið lengur. En rétt í blálókin alveg, hvað þarf til að vera góður bridgespilari? Já, þetta mikil spurning. Það stórt spurt. Ég held að þurfi enga rosa greind eða starffræði hæfileika eða eitthvað þannig. Þetta samt samspil af mörgum hlutum. Ég meina þegar maður til dæmis stundum byrðslíkt við þetta að spila golf vegna þess að þú mátt ekki láta eitthvað sem skeður á síðustu holu fara með þér á næstu því að þá koma bara hrannast mistökinu upp. Og í bridgesinum það þannig að maður alltaf að gera mistök eða eitthvað sem maður hefði geta gert betur, skulum við segja. Og það einhvern veginn bara að halda áfram, halda sjó, láta þetta ekki ná sér og ég held að það sé aðalmálið bara halda sjó, láta ekki hlutina angra sig. Það munu vera að gera mistök en auðvitað þetta lágstundin. Þú náttúrulega þarft að æfa þig, þú ert að melda með spilafélagðinum og æfa kerfið og lesa einhverja bækur og svona. Þetta alls konar svona hlutir sem gera þig góðan. En ég hef enga trú á að sé einhver að þurfa einhverja ofurgreind eða tölfræði þekkingu eða eitthvað. En það gott að kunna skila á mörgum hlutum, það reyndar rétt þannig. Já, ég held þetta náttúrulega svolítil rökhugsun. Margir hafa komið úr skákinni, margir bridgespilarar. Þannig að það þá líka svolítið að hafa þessi spil í sér. Maður sér svolítið fólk sem þú horfir á spil og pælir eitthvað en svona ekkert að tengja við að hugsa hvað farið, hvað komið, hvað var sett í. Og þannig að þetta svona athyglisgáfa og svolítið rökhugsun. Minni.
og svona svolítið sálfræðilegt innsæi líka. Já, sem ég finnst mjög skemmtilegur þáttur spilsins. Já, kemur svolítið með reynslunni að svona vita hvað er best að gera hverju sinni og líka náttúrulega eins og Alli segir að það þarf auðvitað að æfa sig og þjálfa og það allt saman eins og í öllu öðru og þetta er mitt að láta ekki vondu spilin draga sig niður og það allt saman. Þannig þetta er svona, fólk finnur það nú oft svona fljótt eða þeirra að spila hvort að það svona hefur líka gaman af þessu. Það er náttúrulega lykilatriði að hafa gaman af þessu og finnast það skemmtilegt. Sko. En mér finnst í stundum sjá þetta bara hjá börnum þegar maður prófar að spila við þau kana eða kannski vist eða eitthvað sko, eitthvað svona slag að spila einfalt. Mér finnst ég sjá þetta strax hvort þú grípa þessa hugsun eða ekki. Er það ekki ykkar tilfinning líka? Það er svona eins og ég er að segja, sko, þetta hafa spilin í sér bæði börn og jafnvel svona fullorðna sem er stundum að spila við það sem bara gefast upp í býtu, var þetta farið? Ég var ekkert að hugsa þetta sko og finnst það ekki skipta neinu máli sko. En við sem spilum það skiptir þetta miklu máli. Það er svolítið þannig sko. En kæra þakkir fyrir ykkar innsýn og framlag og ekki síst til þín Aðalsteinn sem að hefur líka verið svo duglegur að taka myndir og miðlað briddshreyfingunni og fest á filmu afskaplega mörg augnablik sem að orðna okkur við hvert fótmál og vonandi bara heldur þú áfram að taka þína myndir og ég óska þér góðs gengis í rimmunni á NM á Laugavatni og Ragnar, óska þér góðs gengis í þínum rimmum, hverjar sem þær verða. En þættinum er lokið í kvöld, kæru áhorfendur. Ég minni ykkur á það að ef þið hafið áhuga á því að gerast áskrifendur að samstöðinni eða styrkja samstöðina, þá getið þið farið inn á vefsíðuna samstöðin.is, skróla niður og fundið hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn afskaplega hóflegu mánaðarframlagi 2.750 krónur á mánuði. Getið þið hreinlega haft allt það að segja hvort samstöðin heldur áfram að búa til efni morgna og kvölds í útvarp og sjónvarp og á internetinu sem efni sem er dreift út allt eða ekki. Og ef ykkur líkar efni samstöðarinnar, endilega dreifið því, takið þátt í því að búa til markað með okkur. Þið getið það með því að læka, þið getið deilt á Facebook eða öðrum miðlum og við erum ykkur mjög þakklátt fyrir stuðningin því áskrifendum eða styrktaraðilum samstöðarinnar fjölgar dag frá degi og við heyrum ekki annað en að það sé töluverð ánægja með okkar dagskrá sem við fáum ofta að heyra að sé svolítið öðruvísi og önnur efnistök en á öðrum fjölmiðlum. En þessu lokið í kvöld. Takk fyrir samveruna. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.